Íþróttafélagið Þór var stofnað 7. júní árið 1915 og var því 100 ára á dögunum. Í tilefni afmælisins var haldin mikil hátíð á svæði félagsins. Þar var margt að vera fyrir alla fjölskylduna. Það náttúrulega rosalega margt í gangi. Eins og þú heyrir kannski hérna núna verið að kynna, það náttúrulega þetta fjölskylduskemmtur. Það BMX brósvara hérna, Sigga Beintins og María Björk með Söngaborg, Friðrik Dóri að koma. Svo í kvöld þá kemur Kristján Jóhannsson, hinn eini sanni stórsöngvari, þósari, og hann verður með stórskottalið með sér. Og þar verður lagið tekið, Páll Rósinkrans kemur og flyttur nýja þóslagið okkar sem að þið frumfluttuð. Mjög glæsilegt lag sem Bjarni Hafþór samdi. Og svo náttúrulega Pálmi Gunnars, þorparinn sjálfur, hann býr hérna í þorpinu, hann þarf að koma og taka lagið. Svo eins og við sjáum hérna á vellinum, það eru alls konar vatnaboltar og ég veit ekki hvað það heitir. Big Jump dínan hérna frá Finni Albus og félögum. Fólk að stökkva hérna úr skæra lyftunni. Það nóg fyrir alla. Við skulum ekki gleyma að þakka fyrir það. Hvað það mikilvægt að eiga góða að og hugsa sér hvað það gott að geta brosað, gott og blessað og í náttúru. Það kannski ekki fyrir hvern sem að stökkva úr margra metra hæð. En Árni Óðinsson, formaður Þórs, var einn margra sem prófuðu risa stökkdínuna. Þetta pínu skeri hérna uppi en það ofsalega gaman, ögrandi verkefni. Þú ætlar ekki að fara aftur? Jú, ég alveg hugsa að fara aftur og taka þá kannski barnabörn með mér hérna upp. Ég sjálfboðalið, já. Og við erum að grilla bara ofan í lið. Þannig við fáum eitthvað að borða meðan hátíðin stendur. Og við erum bara rétt að byrja, þannig að þetta verður skemmtilegt. Þetta lambakjöt beint úr Eyjafjarðarsveit, þannig að við erum að selja bóli og afmælismerki, gullmerki, já það hérna, og svo erum við að gefa krökkunum blöður. Þannig að við erum bara sem flestir kaupi og skarti Þórsbólnum. Þetta sérstakur afmælisbólur eða hvað? 100 ára afmælisbólur. Þannig að við eiginlega að kaupa 2, einn til að gangi og hinn til að eiga. Ást að finna öryggi, við viljum jafnrétti, ást að finna öryggi, við viljum jafnrétti, ást að finna öryggi. Það svo gaman hér, við skulum dansa á hvaðu hægt, já. Það ekki að leikja og sofa í rað. Þeir sögðu að ég væri þorpari í þorpinu og kjafta sögur. Við erum á afmæli Þórs og bara hafa gaman. Eru þið Þórsarar? Já, mjög miklir. Og hvernig búið að vera í dag? Það bara mjög gaman sko. Hvað ætlið þið að gera sér meira hérna í dag? Við ætlum bara að prófa alla hlutina sem í boði hérna á svæðinu. Eins og sjá má, skemmtu gestir sér vel á fjölskylduhátíðinni sem haldin var miðjan daginn. Kvöldið var síðan hátíðardagskrá þar sem ýmsir þjóðþekktir listamenn skemmtu gestum. Þetta búið að vera frábært í dag. Nú erum við stödd á seinni hlutanum, hann svona að byrja. Þetta búið að vera frábær dagur, fangum alveg ótrúlegt veður. Spáin búin að vera alveg skelfileg alla vikuna en þetta datt inn, kortir í gigg, þá fengum við sólina, þessa gullu. Og þetta ekki búið enn? Nei, nú erum við bara keyri í. Kristján Jóhannsson fyrir á svið eftir smástund og Pálmi Gunnars eftir það og endum þetta svo Friðrik Dór. Og svo verið að syngja náttúrulega Þórslagið. Það í millitíðinni og já, þetta bara, hér allt fyrir alla fjölskylduna eins og það á að vera og frítt í allt. Got it, passion and get it on, passion and follow when you're on, I got it, passion and make it.
skulum bara gefa þeim gott klapp. Það er Páll Rósinkrans. Í tilefni afmælisins var gefið út nýtt lag, Ég er Þórsari. Lagið var flutt á hátíðinni og fekk vægast sagt góðar undirtektir. Bjarni Hafþór Helgason er höfundur lagsins. Maður veit aldrei hvernig þetta gerist, sko. Það er bara allt í einu kviknaði svona hugmynd, lítil hugmynd sem að mér fannst vera í lagi, sjálfum, sko. Það byrjar alltaf að því að maður er sjálfur sáttur við þetta, sko. Svo missir maður sjálfstraustu og missir svo endalega alveg trú á þetta. Þetta er að vera tilbúið. En hérna, þannig að ég ákvað að setjast niður þetta og vinna þetta og gerði það og síðan var svolítið verkefnið að setja á þetta texta, sko. Því þetta við erum að fagna 100 ára afmæli félags, sko, og sýna því svona virðingu, sögu þess og textinn fjallar semst það að upphaflega er þetta ungir drengir sem að stofna þetta félag sem er svolítið tákgrænt, sko, og þeir setja félagið af stað og texti fjallar kannski það að þau gildi sem að þeir setja í forgrunn í byrjun eru líka þetta gildi þess að tilheyra æskunni, vera heilbrigður og frískur og sjá framtíðina fyrir sér og vilja gera góða hluti. Og þetta eru svona almenn gildi það að vera góð persóna og eiga gott líf og svo vonar maður að svona íþróttafélag sko ná að vinna þannig að móta ungviðið og inn á fullorðinsár og ég er svona að reyna að setja það inn í textan að það að vera nýtur þegn í samfélaginu er sem sagt mikilvægt og það á að tala um það og líf okkar er bræðralag og svo framvegis. En svo var að fara í að vinna lagið og þá bara vildi svo til að Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson er orðinn tónlistarstjóri hérna í Hofi og eftir að ég ræddi aðeins við Páll Rósinkrans að taka lagið og hann var sáttur við það, leist vel á. Og síðan tekur Þorvaldur Bjarni þetta í sínar hendur með Sinfóníuhljómsveit Norðurlands, raddir úr Karlakór Akureyrar Geysi og síðan hljóðfæraleikurum og fleirum og vinnur lagið geysilega vel og mjög flott, sko. Þannig að það var, sem að segja, farið alla leið. Ég finn ekki annað en þessi allir bara hamingjusamir með lagið og líði bara vel með það, sko. Ég er afar þakkláttur fyrir það því að ég auðvitað veit ég aldrei sjálfur, sko, hvernig það fer, sko. Þetta er klárlega uppskeruhátíð og það er bara ánægilegt að hversu vel hefur gengið að manna allt sem framfer hér, bæði í aðdragandanum og svo í dag. Hversu margir hafa lagst á sveifina með okkur og virðast svo í framhaldi að því vera að njóta með okkur núna. Frábært, bara gangi ykkur áfram vel. Heyrðu, þakka ykkur kærlega fyrir. How we wildin' out, freestyle aesthetics, super scientific, busting up fanatics as they grab the apparatus. Flex with finesse, cause your girl so got this.